mér. Það heyrist ekkert í henni. Jæja, velkomin, halló. Hvað segir þið? Halló. Það er bara fullur salur. Já, ertu komin? Hæ. En fyrst þú spyrja, klára þetta. Já. Þið ná mér alltaf svona. Slökk á mæknum eitthvað. Já, velkomin á United. Við ætlum að spila fyrir ykkur lög. Við ætlum að lofa Guð. Við ætlum að gleðjast í hjörtunum okkar. Og endilega verið með í því. Því fleiri sem eru með, því skemmtilega er það. Ég hef heyrt það eitthvað þar. Þannig að endilega standið upp og lofið með okkur. Já, Guð er góður og Guð hefur kallað eitt og sérhvert okkar. Og hann er með áætlun fyrir líf eins og sérhvert sér inni. Áætlun til heilla en ekki til óhamingju. Amen. Og hljómsveitin sagði amen. 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 But he brought me his love for
okkar. Og þar eru við börnin hans pappa. Og hann missi sig ekki þótt að við tölum hátt eða voðalega lítið, eða hvort við erum feimin eða alveg á útofnu. Hann elskar okkur og hann þráir að sjá okkur frjáls og brennandi fyrir hann. Og hann elskar þig. Og hann hefur áætlun fyrir lífið þitt. Og það er svo dásalegt að vera komin í Guðshús og fá að lofa hann. Og það er við getum alltaf lofað hann. Í hvaða kringumstæðum, hvað sem er í gangi fyrir utan í líf okkar. Þótt að manni finnst eins og bara heimurinn sé að missa vitið, eða nágrennið okkar, eða reikningurinn er alveg að gera út af við okkur, þá getum við samt komið og lofa Guð og treyst því að hann er með okkur í storminum. Amen. Við erum með frábæran gest hérna í kvöld, bara byrjaði að segja ykkur frá því að hann Roberts Liardon. Þegar ég var í biblíuskóla fyrir nokkrum árum síðan, 35 held ég, þá vorum við með bækur sem hann hafði skrifað þegar hann var bara ótrúlega ungur. Og hann skrifar söguna sem við þurfum að lesa. Þú þarft að lesa hana og ég þarf að lesa hana. Við þurfum að vita hvað fólki sem fóru undan okkur í vakningum hvers tíma gekk í gegnum. Það var ekki dans og rósum alltaf. Fólk gekk í gegnum alls konar. Og það er svo hollt og gott fyrir okkur að lesa þessar bækur. Þannig að það er bókaborð frammi, endilega kíkið ef þið eigið ekki þessar bækur, kaupið þær, lesið þær og hann skrifa bara fólk sem, ég man alltaf eftir viðtali sem við hann, þá sagði hann að hann skrifar ekki þau fyrir að fólkið er dáið. Því að þá getur hann farið yfir söguna, sigra og ósigra og hvernig fólk líka endar. Þannig að það er svo gott að lesa þetta. Og við ætlum að fá að taka samskot og við ætlum að taka samskot fyrir heimsókn hans. Hann er búinn að þjóna í mörg ár og hann ferðast allan heiminn og við eldri kynslóðin sem eru búin að vera frelsuð í mörg ár, við vitum hvað við erum með í höndunum hérna í kvöld og við viljum fá að blessa hann og það er posi aftast, það er líka fötur með gamla góða laginu eða eru með pening, endilega takið þátt í samskotum svo við getum blessa þennan mann, hann haldi áfram. Hann myndi gera það þótt hann ætti ekki brauðbita fyrir morgundaginn, hann myndi ekki láta það stoppa sig, en verum örlát og gefum í samskotin. Og við þakkaði Drottinn fyrir þetta kvöld, ég þakkaði Drottinn, við lofum þig og við þakkuðum Faðir. Það áætlun sem hún hefur fyrir líf okkar, hver og einn sem er hérna, hann hefur áætlun og það er köllun yfir lífinu og ég þakkaði Drottinn að þú mynd tala í kvöld og ég þakkaði fyrir að sannleikurinn mun gera okkur frjáls. Amen. Of exaltation, and I was born to lift the name above all names. You hear the melody of all creation, but there's a song of praise that only I can bring. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. You are the infinite God of the ages. Yeah, you chose to make my heart your dwelling place. You healed my brokenness, showed me your glory. So I have songs of thanks not even angels
Syngum saman. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood to prove to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood to prove to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. There is no one, only you, Jesus. There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Heilagur
Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt, right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. 'Cause deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. There'll be no war. There'll be no change when Jesus comes. Let today be the day. You'll come for the weak and the strong just the same. And all will believe, yeah, in the power of His name. Yes, sir. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. Need you right now. Come and turn this around. 'Cause deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. One day He'll come. We stand face to face. Come and lay it all down. 'Cause it might be today. The time is right now. There's no need to wait. Your past will be washed by the rivers of grace. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now.
Come, Jesus, come. Amen. Skulum rísa öll á fætur. Þið sem getið. Amen. Guð er góður. Þú ert Guð þér einum ber, allt mitt líf í færi þér, söngvar sem að mikla verkin þín. Útrétt hönd og hjarta mitt, gerðu Guð það sem þú vilt, því nærvera er mesta gleðin mín. Syngjum saman. Svo fegurð sem þú gafst mér, sem minn vinur, er svo lík öllu því sem ég hef séð. Ég vil aldrei hætta að undrast návist þína. Ég vil alltaf hrífast af því hver þú ert. Svo fegurð sem þú gafst mér,
Helgur andir á þú fær, gefa dyr þín komi, gefa dyr þín komi. Gefa dyr þín komi, Jesús. Gefa dyr þín komi, Jesús. Heilagi Faðir, viltu kveikja eld innan með okkur? Viltu setja eld í hjörtum okkar sem brennur fyrir þig, Drottinn? Heilagi Faðir, það eina sem við þráum, það bara meira af þér. Drottinn, við viljum bara meira af þér í lífum okkar. Meira af þér í lífum okkar, þannig að við getum farið með það út, Drottinn. Eldur sem brennur það mikið að við bara springum ef við deilum honum ekki með næsta manni. Að megi líf okkar allt endurspegla þig, Drottinn. Megi líf okkar, gjörðir okkar endurspegla þig. Megi það vera himninum til sóma hvernig við gerum lífið, Drottinn. Megi við vera þér til sóma, Drottinn. Sendur agni þig, sendur agni þig, sendur agni þig, sendur agni þig, heilagur er Guð, sendur agni þig, sendur agni Ég vil alltaf hrífast af því hver þú ert. Öll sú fegurð sem þú gafst mér sem minn. Er sólík öllu því sem ég hef séð. Amen. Megum við finna okkur á þeim stað að við hættum aldrei að uppgötva Guð. Við hættum aldrei að undrast á hver stór og megnur hann er. Amen. Guð er góður. Guð er góður. Guð er góður. Halleluja, Jesús. Takk, Jesús. Heilar, heilar, heilar. Welcome to United Reykjavik. You come up here. All right. Give hon gott klapp. Praise the Lord. What's that? No, that's okay. Now, can I have the lights on just a little bit so I can see the people? Because all I do is see the little heads and that's it. There we go. Hi, everybody.
That's an awful bad hello. Hello, everybody. I did not come all the way from California to be just looked at. Your mic's not on. He needs some healing. This mic. Hello. Okay, it's on. So I'm glad to be here tonight. Ég ánægður með að vera hér í kvöld. I came to Iceland back in the 1990s. Some of you were not born then. Ég kom til Íslands 1990 eitthvað og sum ykkar voru ekki fædd þá. Some of you were alive then. Sum ykkar voru lifandi. And I'm glad to be back in your nice ice country. Og ég ánægður með að vera tilbaka í þessu svona notalega ís. I've been getting stupid text messages from my American friends. Ég búinn að vera að fá svona heimskuleg textaskilaboð frá vinnum mínum í Bandaríkjunum. Does the Icelandic people dress like we see them in the movies? Klæðast Íslendingar eins og við sjáum í bíómyndunum. They expect you to carry swords and look like the 700 Viking people. Þeir búast við allir hérna líta út eins og víkingar með sverð og skjöld. My Americans need much prayer. Vinnir mínir í Bandaríkjunum I said, no, they dress like normal people and they're nice people. They don't eat people. Þeir klæða sig bara eins og venjulegt fólk. They don't kill people, I don't think. Ég held að þeir drepi engan. But it's a very beautiful country, and thanks for having me here tonight. Og landið er mjög fallegt og takk fyrir að hafa mig hér í And I'm kvöld. excited to be able to talk to you for, if you don't amen me, 3 or 4 hours. How's that? Og ég er ánægð með að fá að tala hérna og ef þið gefið mér ekki amen þá held ég áfram að tala og það verða 3-4 klukkutímar. Amen? All right, so well, good. I was raised in a loud church, not a quiet church. Ég er uppvaksin í háværi kirkju, ekki hljóðri kirkju. God has lots of children, Guð á mörg börn and we usually call our names by different denominations or churches. og við köllum okkur svona ólíku nöfnum eftir því And hvað kirkjudeildum við tilheyrum. some of the churches are kind of nice and very quiet. Sumar kirkjur eru svona notalegur og hljóðlátar. Others are very organized and very quiet. Aðrar eru mjög skipilaðar og mjög But hljóðlátar. I come from the loud part of the body of Christ. En ég kemur háværa partinum að líkama Krists. We're called the Pentecostal people. Við erum kallið hvítasunni fólk. We have loud services. Við höfum háværa samkomur And when you get to heaven, og þegar þú kemur til himna you can hear where we're at in heaven because we'll be the loudest people in heaven, all þá myndu right? heyra hvar við erum á himnum vegna þess að við erum háværasta fólki á himnum. We'll let you quiet people in, Við munum hleypa ykkur hljóðlátu inn but I want to live with the loud people. en ég ætla að búa með þeinum So háværu. tonight, can you act like the loud Christians that I come from? Svo í kvöld getið þið hæðað ykkur svo háværu right. kristnir. Praise the Lord. If you have your Bibles or if it's on your phone, open it up to the book of Acts. Ef þið eru með biblíun ykkar eða eru með símanum opnið upp í To the last Pósthúsasögunni, chapter of the book of Acts, the 28th chapter. síðasta kaplan, 28. kapla And the last 2 verses I'll read in a minute. og ég mun lesa síðustu 2 versin eftir smá tíma. And I've written 101 books. Ég hef skrifað 101 bók. See, why do you write so many books? Af hverju skrifar svona marga bækur spyr Because I ég? have a lot to say and I can't say it in an Icelandic hour. Vegna þess að ég hef svo mikið að segja og ég get ekki sagt það á þessum So tíma sem ég er á I Íslandi. write lots of books and God's blessed them and put them around the world. Svo ég hef skrifað fullt af bókum og Guð hefur blessað þær og þær eru út allan heim. A book will go where I'll never get to go. Bók kemst þangað sem ég kemst aldrei. And a book will live after I'm dead and I'll keep talking. Og bók heldur áfram að lifa eftir að ég er farinn og heldur áfram að So tala. I'll make Christians happy and demons mad even after I'm in heaven. Svo ég gerir kristna hamingjusama og djöfla reiða jafnvel þó ég sé á himnum. If you don't read, Þó ef þið lesið your ekki, intelligence stops. þá hætti þið að þroskast vitsmunalega. If you don't read, Ef þið lesið ekki, then what you know right now is about all you're ever going to know. then If what you know, if you don't já, read, þá er það sem þú veist núna, það er allt sem þú munt vita. so please keep reading. Svo haldið áfram að You lesa. say, but Brother Roberts, I have a hard time reading. En þú segir, bróður Róberts, ég á erfitt með að lesa. In today's world, that should not be a problem Í dag ætti það ekki að vera vandamál. because we have this thing called the phone, Vegna þess að við höfum svona hlut sem heitir sími. and they have little apps on it, and they'll read the book to you, Og þeir eru svona litla appa og þeir geta lesið bækurna fyrir þig. and they'll read it to you in the accent that you want it read to you in, Og það getur meira að segja lesið það í þeim hreim sem þú vilt heyra þar í. and so you can get the Bible to you, and you can get good Christian books to you by Svo hearing getur it. fengið biblíuna til þín og getur fengið góðar kristna bækur til þín lesnar. I've written a series of books called God's Generals. Ég hef lesið, ég hef And, skrifað seríu af bókum sem heitir svona hersöðingjar Guðs And I write about people that God chose to do something special for him. og ég skrifa fólk sem að Guð valdi til að gera sérstakar hluti fyrir hann. And I tell you their whole story. Og ég segi ykkur alla sögu þeirra. I tell you the good, Ég segi ykkur þetta góða, the exciting, þetta spennandi and the bad. og það slæma.
If you take notes, you should write this one down first. Ef þið eru að glósa, þá ættu að skrifa þetta niður fyrst. Everybody great has done something stupid. Allir miklir hafa gert eitthvað heimskulegt. And that's why they're so for you and your children. Og þannig mun að vera fyrir þig og börnin þín. Everybody in this room has done something stupid. Allir hér inni hafa gert eitthvað heimskulegt. Some people know about it, most of us don't. Sum okkar vita hvað þú hefur gert og aðrir ekki. And we're glad that we don't know about it. Og við erum bara ánægð með að vita ekki hvað I'm þú glad hefur I gert. was not a Catholic priest when I grew up. Ég glaður að ég var ekki kaþólskur prestur Because I don't var want to hear all your goofy Óstyrk. stories and your Vegna- weirdnesses. vegna þess að ég vil ekki heyra ykkar furðu sögur. I want to know you after Jesus saved you and forgave you and gave you a new life. Ég vil þekki ykkur eftir að Jesus frelsaði ykkur og gaf ykkur nýtt líf. So I'm glad I'm a Protestant. Svo ég ætla að vera mótmælandi. I like Catholic folks, Mér líka vel við kaþólika. but I couldn't sit in a booth and hear all your sins. En ég gæti ekki setið í bás og hlusta á allar ykkar syndir. I want to know you Ég vil þekkja þig after Jesus forgave you eftir að Jesus fyrirgaf and Jesus gave you new life og Jesus gaf þig nýtt líf and gave you a new beginning. og gaf þig nýja byrjun. God is a God of a second chance, Guð Guð svona annara tækifæra, a fifth chance, fimmta tækifæri 100 chances. 100. tækifæri My advice to you is don't use all those chances up though. En ég ætla að gefa ykkur ráð, ekki nota öll þessi tækifæri. They're available, Þau eru til staðar, but don't use them all up. ekki nota þau öll. So you can go by and get some of the books tonight. And in this one we talk about Pentecostal people. Farið og náið ykkur í bók í kvöld, í þessari bláu tölum við hvítasunni fólk. Those folks that prayed for the sick and they got healed and they spoke in tongues and all kinds of fun stuff. Fólk sem að talaði tungum og bað fyrir sjúkum og þeir læknuðust. We're going to talk about one of them tonight. Og við ætlum að tala eitt þeirra í kvöld. In this is my latest volume 7. Þetta síðasta bóki sem ég skrifaði, númer 7 í Among röðinni. all these guys wearing suits, and these are all famous preachers, Allir þessi gaurar í jakkafötum, þeir eru frægi the predikarar. big guy in the middle is a hippie. Stóri gaurinn í miðjunni, hann hippi. And he was bigger than all of them. Og hann var stærri en allir hinnir. God found him a hippie preacher. Guð notaði hippa predikara. His name was Lonnie Frisbee. Hann heitir Lonnie Frisbee. You know how he got saved? Vitið þið hvernig hann Now, frelsaðist? this is not my sermon, so my time has not started yet. Þetta ekki prediku mín, svo að tíminn telur ekki en Let þá. me tell you this wild story, Og leiðu mér að segja ykkur and þessa then sögu. I'll tell you a little nicer story. Og síðan ætla ég ætla að segja ykkur þessa viltu sögu. Og He síðan ætla ég was að in segja ykkur þessa California. betri sögu. Hann var í Kaliforníu. A lot of weird people live in California. Mikið af furðulegu fólki býr í I Kaliforníu. don't know if Iceland has a weird city, but we have a weird state. Ég veit ekki hvort að Ísland hefur svona skrítna borg, en við erum með skrítið fylki. All the weird things are on the West Coast. Allt þetta skrítna á vesturströndinni. And there's one little spot on the East Coast called New York that's just the cousin of California. Og það eitt svona lítill blettur á austurströndinni sem heitir New York And og það in frændi 1960, Kaliforníu. when everybody was doing drugs and sex and rock and roll and make love and not war, all that stuff. Og 1960 til 70 þegar allir voru að gera fríar ástir og taka dóp og svona, And a lot of the young people were just going crazy. þá var mikið af þessu unga fólki Now, are there any ex-hippies in the room? Are you old enough to einhverju gamlir confess? hipparinn inni. Any ex-hippies? Einhverju We got gamlir one hippar. honest person. God bless you. Við all erum right. eina heiðarlega And mannskapin another inni, one. All right. tvo. So hippie days were a lot different than our days. Hippatíðanbili var allt öðruvísi en And dagarnir í dag. LSD was one of the big drugs at that time. LSD var svona stórt And eiturlyf á Lonnie þeim tíma. Frisbee was not a Christian, didn't Lonnie know much Frisbee, about. hann var ekki kristinn. And he and two friends bought some LSD and went on a hill in California Hann og tveir vinnir hans þeir keyptu LSD og keyrðu upp á hæð í Kaliforníu and took all their clothes off. They were butt naked og klæddu sig nakta, and did the LSD tóku LSD and went dancing in the sun butt naked. og voru að dansa naktir í sólinni. Now, I don't know if people in Iceland do that, but they did that in California. Ég veit ekki hvort að Íslendingar gerir þetta en þeir gerðu þetta í Kaliforníu. And he tells the story Og hann segir söguna while he's dancing naked in the sun on LSD, að þegar hann að dansa í LSD-vímu, Jesus comes walking across the sky to him. þá kemur Jésús lappandi í gegnum Now, himinn til hans. in my nice conservative Christian brain, Í mínum svona afturhaldsama, íhaldsama kristna huga, you're tripping. þá ertu bara á trippi. It could be Jesus, it could be Buddha, it could be Muhammad, it could be anybody. Þetta getur verið Jésús, Búdda, hver sem er. How do you know when someone tells you a wild story if it's true? Hvernig veistu einhver segir svona brjálaða sögu hvort það sé satt eða ekki? Because as a historian, I read wild stories. Sem sagfræðingur þá les ég And svona vilta as a sögur. minister, I hear wild stories Og sometimes. sem And- í þjónustu fyrir Guð, þá And I'm heyri ég like, I klikkaðar want to sögur. believe you, but it's kind of crazy. Og ég vill trúa því sem þú segir, en þetta er svo Like- bilað. You're butt naked.
En þú ert allsber with 2 other butt-naked friends með 2 allsberum vinum, dancing dansandi on a hill in California. upp á hæði Kaliforníu And Jesus comes walking across the sky to you. og Jesús kemur labbandi gegnum himinin til þín. The way you know it's true Hvernig þú getur vita að það er is satt? watch the life after the event. Með því að þú getur það með því að horfa á lífið And eftir atburðinn á if þessu the stað. life has a dramatic change and sticks with it for a while or Ef það hefur forever, orðið afgerandi breyting á lífi persónunar, most likely it's true. þá er það mjög líklega satt. And so he tells the story. Svo hann segir söguna, I was on LSD naked, dancing naked with my friends. ég var á LSD-trippi dansandi nakin með vinum mínum. And this Jesus dude appeared to me walking across the sky. Og þessi Jesús góður byrtist mér og kom labbandi gegnum himinin. And he came up to Lonnie, Jesus did. Og Jesús kom labbandi að Lonnie. And I'm going to just give the short story of Og ég this. ætla að gefa stuttu söguna. And he accepted, she said, I love you, I want you. And he accepted Christ. Jesús sagði við hann, ég elska þig, ég vil fá þig og hann tók á móti And Kristi. then Jesus said, I need you to help me. Og síðan sagði Jesús við hann, ég þarf að þú hjálpi And mér. Lonnie goes, me? Og Lonnie sagði við hann, I'm naked. ég nakin. I'm tripping. Ég í víni And I'm not in church. og ég ekki í kirkju. Aren't we supposed to be in church when this happens? Ef ekki að vera í kirkju. And he goes, I need you to help me. Ég vil að þú hjálpi mér, ég He þarf að said, þú he hjálpi said to mér. himself, the Jesus dude must really be in a serious bad condition Og hann sagði sjálf þessi Jesús, hann hlýtur að vera í slæmu ástandi ef hann þarf hjálp frá mér. if he needs me to help him. If he needs me to help Yeah, him. I already translated it. Okay. You know the story well. God Yeah, bless you. All thank right. you. So as soon as he says yes to both of those things, Svo leið og hann segir já við báðum þessu hlutum, he is in his right mind and he puts his clothes back on. þá hann við hérna komið réttan hug, takk, ég bara með It's sænskunni. amazing what makes your clothes come off and what makes your clothes come on. Það merkilegt hvað fær fötin af og hvað síðan fær fötin á aftur. Think about that just for a minute. Hugsaðu þetta í smá tíma. When you were naked when you weren't supposed to be. Þegar þú varst nakin þegar þú áttir ekki að vera það. What made your clothes come off? Hvað fekk þið til að fara í fötin aftur? And what made your clothes come back on? Já, hvað fekk fötin til að fara af og For hvað you, fekk þið for til að you koma á future aftur? preachers, there's a great series of sermons for you. Hérna frábær predikunarsería fyrir ykkur sem Naked people of the Bible. Naki fólk í Biblíunni. Because everybody will come to hear that sermon. Því að allir munu koma til að hlusta þá And all through the scriptures, you can see why people got naked and why people put their clothes on. og allt í gegnum ritninguna getur þú séð af hverju fólk fór úr fötunum Notice how klæddist quiet aftur. it's gotten in this service Það right var now. rosalega hljótt hérna inni. I think there's been some naked people in Iceland. Ég held að margir hér hafa verið nakt. Well, that's okay. We're glad you're dressed tonight. En það er alltaf lægið þeir í fötunum í kvöld. And so his friend, he sits down and waits for his 2 friends to come off their LSD trip. Svo hann frjáls og hann sest niður And, og býður eftir vinnu sínum að And þeir he koma úr tells vinni. them, hey, well, I was out there. This Jesus dude came and saw me, and I'm going to help him. Þegar ég var á trippi þá kom þessi Jesús-gaur til mín og hann bað mig hjálp og ég ætla að hjálpa honum. And his friends say, well, does he need our help too? Og vinnir hans þarf hann okkar hjálpa að He halda goes, if he líka. needs me, he needs you. Og hann leitaði og sagði ef hann þarf á mér að And halda þá so þarf hann á ykkur að halda líka. they got their clothes on and they were talking. Svo þeir klæddu sig og voru að tala They said, now, doesn't Christians and water go together some way? og þeir voru að hugsa þetta ekki kristindómurinn og vatn They eitthvað sem á couldn't figure out saman. you're supposed to drink it, you're supposed to get under it. They couldn't figure out baptism is what they were trying to figure out. Þeir gáti ekki komið staðið hvað var en það var eitthvað sem þeir átti að gera á í vatn, annarkvort að drekka And eða so fara they í það eða eitthvað. drove from the hill down to the California beach. You can do that in California. Svo þeir keyrðu frá hæðinni þar sem þeir voru og niður á strönd And they got down to the beach and they got in the water. og þeir komu niður á ströndinu og And they fóru go, út í vatnið what do we do now? og síðan stóðu þeir þarna og hugsa hvað þau að gera núna. And they just stood there for a little while like, Og I þeir don't bara know stóðu what to þarna í smá do. tíma og ég veit ekki hvað Does þau the gera. Jesus dude show back up or what happens? We don't know what to do. Kemur þessi Jesús góður aftur eða hvað gerist? Við veitum ekki And hvað so við gera. one of the guys said, Einn af vinnum well, the next wave that comes in, just shove me in it and see if something happens. Þegar næsta alda kemur, íttu mér bara í And og so sjáum he hvort eitthvað gerist. shoves the first guy, his friend in, Svo að þegar næsta alda kom, þá íttu hann he hinninum í shoves the second guy, og síðan íttu hann hinum and he vinninum keeps doing that for quite a few times. og hann held áfram að gera þetta nokkur And sinnum. there were hippies on the beach. Og það var fullt af hippum á And they kept ströndinni. seeing these 3 hippie boys in the water doing this weird thing. Og þeir voru að sjá þess að þrjá hippa And they go, á ströndinni what að are you henda hverju öðrum í doing? What vatnið. are you people doing? Og þeir komu og sögðu, hvað er það eiginlega að gera? And Lonnie Frisbee turns around Og Lonnie Frisbee snýr sér við and preaches the first sermon of the great Jesus People Revival. og predikar fyrstu predikunna í henni stóru He said- Jesú fólksvakningu. I was naked.
Hann sagði, ég var I was nakin. tripping. Ég var í I vímu. was dancing. Ég var And the dansandi. Jesus man showed up. Og þessi Jesú maður And kom. I'm helping him and he wants to help you. Og ég er að hjálpa honum. And og hann he vill didn't know how to hjálpa give þér. an altar call or any of that. He just started telling his Og hann story. vissi ekkert hvernig átt að bjóða fram til altar að segja neitt. Hann bara And sagði he brought söguna. thousands, hundreds of thousands into the kingdom in his Og life. hundruður þúsunda manna frelsið Wonderful í gegnum man. Lonnie Frisbee. I write about him in the book. Ég skrifa hann í bókinni. And if God can use Lonnie, he can use you. Ef Guð getur nota Lonnie, þá getur hann nota Say þig. amen. Segja amen. All right. Now, that wasn't my sermon, but it was a good place to say amen. Þetta var ekki predikunum mín, en þetta var I'm góð going stað til I'm að going segja to amen. tell you a story Ég ætla að segja ykkur sögu, because Jesus tells stories. vegna þess að Jesús segir sögur. I like teaching line upon lines, but I like telling a story. Ég elska að kenna svona lið fyrir lið, en The mér book- er líka gaman að segja sögur. The book of Acts is the story of the birth of the church, Postulasagan er sagan fæðingu kirkjunar, but it's not the complete story of the early church. en hún er ekki fullbúin saga kirkjunar. It mainly frumkirkjunnar. revolves around two people, Hún snýst aðalega tvær personur, Peter and Paul. Pétur og Pál. And so we don't have the complete story, but we have the right story to understand what the early church was like. Við höfum ekki alla söguna, við höfum réttu söguna En- til að skilja hvernig frumkirkjan var. The book of Acts is one of my favorite books in the New Testament, Postulasagan er uppáhaldsbóki mín í Nýja testamentinu. and I want to read you the last two verses of the book of Acts. Og ég vil lesa síðustu 2 versin í Postulasunni. Verse 30 and 31, if you're looking at your Bibles. Vers 30 og 31, ef þið eru að horfa í biblíun ykkar. Acts 28, the last two verses. Paul dwelt 2 whole years in his own hired house and received all that came in unto him. Fullt 2 ár var Páll þar í húsnæði sem hann hafði leikt sér og tók á móti öllum þeim sem komu til The hans. last verse, now verse 31, says, preaching the kingdom of God and teaching all those things concerning the Lord Jesus Christ with all boldness, no man stopping him or forbidding him. Og kendi allt Guðsríki, hann kendi Guðsríkið og kennslunar í Guðsríki og allt sem hafði með Jesús Krist að gera með fullri djörfung og engin maður hindraði. And then it just stops. Og síðan hættir sagan þarna. It doesn't say the end Það stendur ekki or endir goodbye, eða bless, hope you build a church. It just goes boom. vonandi að byggja kirkju, það segir bara búm. We learned something about Paul. Og við lærum svolítið Pál. Paul had a landlord, he had to pay rent. Pál, hann var leigði og þurfti að borga leigu. Doesn't sound spiritual, does it? Hljómar ekki mjög andlega. The great apostle Paul had to pay rent, Stóri postulinn Pál, hann þurfti að borga leigu. like some of you, so you and Paul have something in common. Eins og sumi ykkar, þannig að þið er But- svolítið sammeilist með Páli. Everybody that knocked on the door of his home, En allir sem bönguð upp á, he said, come in. hann sagði komið inn. And he taught them about God Og hann kendi þeim Guð and was bold about it. og var djarfur í því. And then it just stops. Og síðan bara hættir sagan þar. Maybe Kanski this is the only book in the Bible er þetta eina bókin í biblíunni that's still being written today. sem er ennþá verið að skrifa í dag. And this may be the only way you can get in the Bible. Og þetta er kannski eina leiðin sem að þú kemst inn í Because the biblíuna. story of God and man continues, we don't call it Acts billionth chapter. Sagan Guð og mann heldur áfram. Við erum ekki að tala postulasöguna kabla biljón. We call it church history. Við köllum það kirkjusögu. Now, when we say history, Þegar við segjum saga, most people go to sleep or leave like these gentlemen just did. þá fara flestir að sofa eða fara eins og þessir herramenn gerðu. And because most teaching or historical teachers are very boring and should be fired from their job. Vegna þess að mest öll kennsla og hvernig menn kenna sögu er mjög leiðilegt og þetta That's er why you don't like world history, Þess vegna finnst ykkur ekki gaman you að don't like heimsögu, Icelandic history, ykkur finnst ekki gaman að and sögu you certainly Íslands don't like church history because it's the most boring history of all of them. og ykkur líka svo ekki við Until kirkjusöguna you hún er met leiðilegast af me. öllum. Þangað til þið kynntust mér, Because I do it the right way. vegna þess að ég gera það á réttan hátt. The story of history, the history is the story of God finding someone to use. Sagan er sagan Guð sem finnur einhver til að nota. He finds unusual people, Hann finnur venjulegt fólk usually weird people. eða Weird people, odd óvinnilegt people. fólk. People that most folks think are kind of strange. Fólk sem að kannski flestir aðrir myndu telja að vera skrítið. And he does something great to them and through them. Og hann gerir eitthvað stórkostlegt í þeim og í gegnum And þau. in church history, Í kirkjusögunni God uses two kinds of humans, notar Guð tvenns konar manneskjur. men Menn
and women. og konur. He likes both, Ja, hann elskar and he bæði uses both. og hann notar bæði. Now, men thought that they were the only ones God could use for a long time Menn heldu mjög lengi að það veri Guð geti bara nota þá because they're arrogant folks. vegna þess að þeir eru hrókafullir. God likes women, that's why he made so many of them. Guð elskar konur, þess vegna gerði hann svo mikið af þeim. And the same thing a man can do, a woman can do if God told her to do it. Og ef Guð sagði konu að gera það, það skiptir ekki máli hvort að Guð segi konu eða mann að gera það, bæði geta það. Peter said in the book of Acts that in the last days God will use his handmaidens and his servants, that's men and women. Pétur segir í postulusögunni að á síðustu tímum So- muni Guð nota bæði sveina og stelpur. So if you don't like women preachers, you need to get over it. Svo ef ykkur líkar ekki vel við kvennpredikara, þá If þurfum you við don't bara like að women pastors, get over it. women prophets, get over it. Já, get over it. There's no word for that in Icelandic? Komast yfir það. Yeah, there's always a word for Hætta þessu that. bulli. Yeah, no. So, I want to tell you a woman's story tonight. Ég ætla að segja ykkur sögu konu eða af konu. There were ministers in our time and in our past Það voru þjónar Guðs á okkar tímum og that í he fortíðinni chose to use to be his witness in the earth. sem Guð valdi til að vera votta sína á jörðinni And he gave them power, og anointing. hann gaf þeim kraft, And smurningu. some of those people he gave power to make sick bodies whole. Og We call sumum- them the healing preachers. Og sumum þessara gaf hann kraft til þess að lækna fólk og við köllum Everybody needs to be born again, Allir þurfa að frelsast, but there are people that are sick that need to be healed. en það fólk sem veikt og það þarf að And læknast. Christ heals your soul and your body. Og Jésús hann læknar bæði sál þína og líkama. And there are people who God has given a healing power to, Og það fólk sem Guð hefur gefið lækningamátt. that when they preach and they talk, people get healed. Þannig að þegar þetta fólk að predika og tala, þá Maybe læknar you will fólk. be one of them. Kannski verið þú einn af þeim. All of us can pray for the sick in Christ's name and they get healed. Við getum öll beðið fyrir einu sjúku og sé fólk læknast. But I want to tell you about a person that I met En ég ætla að segja ykkur frá manneskju sem að ég when I mætti was a persónulega little boy about 8, 9 years old. þegar ég var lítill strákur 8-9 ára gamall. Her name is Catherine Kuhlman. Hún hét Katrín Kuhlmann. Has anybody ever heard that name Hefur before? einhver heyrt þetta nafn áður? Do you know anything about Catherine Kuhlman? Vitið eitthvað Katrín Kuhlmann? You know a little bit about her story, a little bit about this, but tonight I'm going to give you the quick story of her life and then pray for you. Þið kannski vitið eitthvað hana. Ég ætla að gefa ykkur bara skjóta yfirferði við lífina og That's síðan her ætla on að the biðja back fyrir ykkur. screen back there. That's Miss Catherine. Þetta hún fyrir aftan okkur. Þetta Katrín. And let's see, that's her as a young 20-year-old lady. Þetta hún sem ung tvítug kona. Do I took this way or this way? Be healed. There you go. All right, Catherine Kuhlman, can you find her there in the picture? Sjáu þið Katrín í þessari mynd. She's the one with the big bow in her hair. Hún með stóru slaufuna á höfðinu. If you'll notice that she's real young compared to her brothers and sisters in the picture. Og ef þið takið eftir því þá er hún mjög ung samanburðið við bræður sín og systur. Her mom thought she had a tumor, not a pregnancy, when she got pregnant. Mamma hélt hún var krabbamein en ekki að hún var ólétt þegar hún She var thought ólétt she af was Katrín. past the age of having children, Hún hélt hún var komin úr barni but I guess she wasn't, en líklega var hún ekki. or God wanted Catherine in the earth, and in popped Catherine. En kannski var það bara Guð sem vildi Katrín á jörðinni og Katrín birtist. And Miss Kuhlman was a little girl, and everybody in a small town in Missouri, little small town. Hún ólst upp í litlum bæ í Missouri. Her father would become mayor of the town, Pappinar var borgarstjóri and that's their home they lived at, and that's her on the front porch. og þetta heimilið þar sem við byggu og And þarna stendur hún á she and veröndinni her dad were real good friends. og hún safnaði til sín góðum vinnum sínum. Daddy was the lover, mama was a disciplinarian one. Pappin var sá sem að sýndi þeim kærleika og mamman var svo sem agaði börnin. And she grew up in this little small town that if you blink your eyes, you'll miss the whole town. Hún bjó í svo litlum bæ að ef þú blikkar þegar þú keyrir í gegnum þá missur að því. All right, this is not being working, be healed. There you go. There she is as a teenager, and she Þannig Katrín sem would not finish. táningur. She wouldn't finish high school. She would. She would not. Hún lauk ekki menntaskóla. She was not a high school graduate. She did not have a lot of education. Hún útskrifaðist ekki menntaskóla, hún hafði enga menntun. God can use those that have education and those that don't have Guð getur education. notað það sem eru menntaðir og það sem ekki menntaðir. All right, so she went to school, but then her sister had married a tent preacher. Hún fór í skóla en systirinnar hafði gift svona tjaldpredikara. And what do you want?
Yeah, I agree. All right, sit down. No more moving. Everybody focus. You're going to be way over there? Já. All right, there's my Icelandic voices over there. Everybody still with me? Allir ennþá með. So her sister Mary, that's them. That's her sister and her brother-in-law and Miss Kuhlman when she was a lot older than what I'm about to tell you, but she was about a 14, 15-year-old young girl. Þetta hún með systur sinni og manni systur sinnar. When she was asked by her mom, could you let Catherine leave school and come and help us in the tent ministry? Og hún spurði mömmu þeirra hvort hún geti leyft Katrín að hætta í skóla og koma að hjálpa þeim í And so þjónustunni. mom and dad talked about it and decided, yes, you can quit school and go help your sister and brother-in-law with the tent ministry. And so she did. Og mamman og pappin ákveða, já, það var allt í lagi fyrir Katrín að hætta skóla og fara að hjálpa systur sinni, svo hún gerði það. Back then, school was not as big of a deal as it is today. Þá var skólinn ekki jafn mikilvægur eins og hann í dag. And so Miss Kuhlman went out to help her sister and loved everything about the tent ministry. Og Kuhlman fór og hjálpaði systur sinni og hún elskaði allt við tjaldþjónustuna. They had a problem. En það var stort They vandamál. ran out of money. Peningarnir voru búnir. And so they were going to send Catherine back home Svo þau sendu Katrín aftur heim because they were going to quit the tent ministry and do something else. vegna þess að þau ætlaði að hætta tjaldþjónustinu og gera eitthvað And annað. Catherine didn't want to go back to Concordia, Missouri. She didn't want to go back to that small little town. Og hún vildi ekki fara tilbaka í Concord í Missouri, hún vildi ekki fara tilbaka í þennan litla bæ. She didn't want to go home. Who wants to go home to a small town of 1,200 people? Hún vildi ekki fara heim, ég meina hver vil fara heim í lítinn bæ sem 1200 manns býr í. It's kind of like living in Iceland. Það eins og að búa á Íslandi. I'm sure there's little towns around Iceland that everybody knows everybody in town. Ég vissi að það eru litli bæir á Íslandi sem allir þekki alla. And they know all about your Og business. þeir vita allt þitt líf. And she's young and she wants to go see the world, not just go back to small little Icelandic Concordia. Og hún ung og hún vil sjá heiminn og ekki fara tilbaka í litla íslenska And so Concordia. she goes to her room to pray. Svo hún fer upp á herbyggið sitt til að Lord, what do you byrja. want me to do? Drottin, hvað vilt að ég geri? Now, what I want to do, I don't want to go home. I want to go preach for you. Og það sem ég vil gera að ég vil ekki fara heim, ég vil fara og predika fyrir þig. And she felt like the Lord told her it's what he wanted for her to start her ministry at 15 years old. Og hún upplifði að drottin sagði henni að hún ætti að byrja þjónustu sína og hún var bara And 15 ára. that's the picture the day she began her ministry. That's her actually on that day. Og þessi mynd No, go back one. Don't, you're moving too fast. Go back. I'm in Þessi charge of mynd pictures. af henni þegar hún 15 ára Now og notice, daginn sem hún she byrjaði has þjónustu that sína. real big suitcase Hún með risastóra ferðartösku with only one article of clothing in it. It's very empty. en hún mjög tóm því að það bara einn kjóll í þessari ferðartösku. So everything she owns, she's wearing, but one set of hose is inside the suitcase. Allt sem hún á, hún hún klædd í nema eitthvað sem í töskunni. All the money she has is $5 US. Allir peningarnir sem hún á eru 5 bandaríkjadollar. But she's going to go out and save all of America and Canada so they won't go to hell. Og hún ætlar að fara og frelsa öll bandaríkin svo engi fari til Most helvítis. preachers start with a big vision and no money. Flestir predikarar byrja með stóra hugsjón og enga peninga. They start with a big vision and very few people believing in them. Þeir byrja með stóra hugsjón og mjög fáir trúa á þá. And she sets out to start preaching. En hún fer að stað og byrjar að predika. Nobody knows her. She's just a little girl out preaching. Enginn veit hver hún bara lítil stelpa sem að predika. That's a little bit later in life, but leave that picture there. Þetta svolítið seinna í lífinar. And she travels through the country and she preaches in one-room schoolhouses. You know what those are? You guys have those here? Og hún fer allt landið og hún predikar í svona skólabyggingum sem bara með eina skólastofu. They're about as big as one section of your church. Það eru svona cirka jafn stórar og bara smá partur þarna aftast að And then kirkjunni. she would go out and find a turkey or a chicken farmer and have a big house and clean it up and have her meetings in a turkey house or a chicken house and sleep there at night. Og hún fór á svona hænsnagarða og kalkunagarða og hreinsaði það út og hélt samkomur þar og svaf þar síðan But nóttina. people liked her. En fólki líkaði vel They við liked the hana. way she talked. They liked the way she preached. They liked her. Því líkaði hvernig hún talaði, hvernig hún So her predikaði. meetings would grow. Svo að það óks And she would fjöldin á samkomur. finally go down to Denver, Colorado Og á endanum þá kemur hún til Denver í Colorado and build her a church called the Denver Revival Tabernacle. Now you can find that picture. og þar byggir hún kirkjubyggingu. Now you're scared to hit any button, right? Be healed. Be healed again.
Keep going, you'll find it. It's the picture of the church. There you go. There. That's her church. All right? Denver vakninga, She's probably in her mid-20s now, þarna hún orðin 20 og eitthvað and she builds a church of 2,000 people. og hún byggir kirkju með 2000 meðlumum. And the sign that you see up there is 70 foot high on top of the church. Og skiltið þarna upp á, það 70 feta hátt upp á kirkjunni. And it would blink. Og það blikkaði. And the people across the street couldn't sleep at night because the sign was blinking so bright. Og fólki sem bjó hinni með göttuna, það gæti ekki sofið vegna þess að skiltið blikkaði svo bjart. They said, can you turn your sign off at nighttime, please? Og þau báðu hann að slökkva á skiltinu á She nættunar. goes, no, that's when it's most important. When people are at night doing wrong stuff, they know that prayer changes things. Nei, það mun ég ekki gera því að það akkurat á nættunar þegar fólk að gera ranga So, hluti sem þarf á þessu að halda. They went to the courts and they made her turn her sign off at 9:30 every night so the neighbors could go to bed properly. Svo þeir dróðu hana fyrir dómstóla og dómstóli dæmdu hún að slökkva ljósið klukkan 9:30 á kvöldin I svo think nágrannar that's getur kind of sofið. funny. Mér finnst það svolítið fyndið. That just shows you how passionate she is, but sometimes you got to have some wisdom with your passion. Fólk stundum með ástríðu en það fyrir vel saman ástríða og viska. She's a single lady. Hún einsömul kona And people would come to preach for her at church. og fólk kemur til að predika í kirkjunnar. And they used to have revival meetings that would last for 2 or 3 months every night. Og svo hafði hún svona vakninga herferðir sem að I've already lost áfram í about 2-3 6 mánuði. people here in the room. All right? Það þegar 6 manns hér búin að And I've fara only been gone about 25 minutes. og ég hef bara búin að tala í 25 mínútur. And you sang about that long too. You sing about that long Já, too. og þið syngið cirka þetta lengi líka. And you can't handle an extra hour. Og þið getur ekki haldið út But auka yet, klukkutíma. you say, we want Jesus to give us a revival. When you can't Þið even segið- last an hour and a half. Þið segið viljum að Jésús gefa ykkur vakningu, en þið I know, endist that's why ekki í you don't 90 get mínútur. revival, because you really don't want one. Það þess vegna sem þið fáið ekki vakningu, vegna þess að þið viljið í rauninni ekki fá What you vakningu. really want is God to visit you once a month and then stay in heaven the rest of the month and leave you alone. Já, það sem þið viljið raunverulega er að Jésús heimsækja ykkur einu sinni í mánuði Because we don't og want síðan skilja ykkur eftir og láta ykkur vera we, þarna we eftir. don't want the Lord to interrupt our job and our We don't- dates and our fun vacations. Við viljum ekki að drottin trubla okkur í vinnunni eða þeirra We gaman like, eða we þeirra like fríi. Jesus. Jú, okkur líka vel við He's Jésú. in the top 10 important people in our life. Hann alveg bara einn af topp 10 mikilvægast í And lífi yet you okkar. want to be a worldwide revival and you can't be number one and have more time. En við getum ekki haft vakningu. Just a thought for you tonight. Já, þetta bara hugsaðum fyrir ykkur í kvöld. You're not saying amen, so I've just added another hour to my lecture tonight. Too late, too late, too late. Too late. All right. So, famous preachers come to our church to preach. Not so famous, but she's the church everybody wants to preach at when you come to Colorado. It's a great church. Frægir predikarar og ekki svo frægir predikarar predika hjá henni, en allir sem koma til Colorado vilja predika hjá henni. And Þetta there fræg predikar. comes this guy Og síðan kemur þessi gaur named Burles Waltrip. sem heitir Burns Waltron. He comes and he's a preacher, Hann kemur og hann predikari and he holds a revival meeting there. og hann kallar vakningasamkomur þarna. There he is. That's the dude. All right? So they look real nice. He looks like a nice guy, doesn't he? Hann lítur vel út, lítur She's út fyrir að vera young góður and gaur. loves Hún the ung, Lord and innocent, and they elskar start dating. drottinn og saklaus og þau byrja að fara á stefnumót. Come more alive. You're too dead. Yep, Act sorry, alive. sorry, all right? You know, and so they're dating, Þau eru á stefnumóti and she didn't know he was married. og hún vissi ekki að hann var giftur. Big problem. Stórt vandamál. And when she finds out that he's married with 2 kids, Og þegar hún kemst að því að hann er giftur og 2 börn, she's very upset, as you can imagine. þá er hún mjög reið. Ah! Eins og ekki How ímyndað. can you do this with me? What are Akkur þetta you? gera mér þetta? And he tells her this line. Og hann lýgur að henni. I never loved my wife from my heart. Ég elskaði aldrei konuna frá hjarta mínu. So it never was a marriage before God. Svo þetta var aldrei þetta var Now, aldrei hjónaband fram með that Guði. is a big fat lie. Þetta er stór feit líi. But for some stupid reason, she believed him. En af einhverjum undarlegum ástæðum þá It's trúði hún. amazing what people do when they're in love. Það er skrítni hluti sem fólk gerir þegar það er ástfangið. So let me talk just a few moments to the single people in the room. Svo leiðum mér að áarpa þau sem eru einir hérna. Einhleipir, já. Yeah, you got it right? Yep, All right. they got it right.
Good. Quit kissing so much Hættið að kissa svona mikið. until you know you found the right person. Þangað til þið vitið að við hitt rétt Now, aðeins. the third time you have a kissing session, Þriðja skiptið sem þið eru með svona kossaflens. you go deaf, you can't hear God, you can't hear a pastor, you can't hear anybody. Þá verður það heyrnarlaust. Þú hættir að heyra Guð, hættir að heyra í pastornum og hættir að And heyra you go eininu. blind, you can't see nothing. Og þú verður blindur, þú sérð ekkert. And so that's why some of you married idiots in your life. Þess vegna eru sum ykkar gift hálfvitum. And that's why you're on your third husband or fifth wife. Og þess vegna eru þið með þriðja eiginmannin eða fimmtu eiginkonuna. So stop it Svo hættið því. and marry right and stay together. Og giftið ykkur rétt og haldið áfram með það gift. Well, he divorced his wife and she married this guy. Hann skildi við konuna sína og Katrín giftist honum. And she lost her church in Colorado because they didn't like it and knew it wasn't right and said no. Og hún misti kirkjuna sína vegna þess að þeir sem voru með henni þar vissi þetta var ekki rétt og rákana. So they married and moved to where his church was in Iowa. In the next Þau picture. giftu sig og fluttu til Iowa í kirkjuna hans And they pastored a very good church for Oh. about 1 year. og voru forstuðu hjón fyrir söfnuð í cirka 1 ár. Is everybody still here? Einhver ennþá hérna? Are you enjoying this or should I go back to my hotel? Hafið þið gaman að þessu eða á ég að fara It's aftur á amazing hótel? that you Vikings are this quiet. Það er alveg makalust að þið You're vikingar supposed to be rowdy hljóðlátt. people, so please act like Þið that. vera hávær. See, they don't even get a suggestion. All right. So Þið here halda they þessu are uppástanda. praying for people on the altar. Þannig er það að byggja fyrir fólki við altarið. They built a very modern church for this time. Þau byggðu mjög nútímalega kirkju á þessum tíma. New York, LA, Chicago all had come to see this modern church that Catherine and Burroughs built in Iowa. Fólk kom frá New York og Chicago og Los Angeles til að sjá þessa Now, nýtísku Here's kirkju why they sem þau call höfðu it a modern church. byggt. Og hérna er af hverju þau kölluðu það fyrir svona nýstárlega kirkju. They didn't have nútíma pews kirkju. in the church. They had theater seats in the 1930s. Já, þau 40s. höfðu ekki sæta raðir, heldur höfðu svona eins og í So, gömlum kirkjum. That was a big deal because Bekki. you didn't have to sit in those hard wooden pews and your butt hurt. Vegna þess að þú vildir ekki sitja á þessum hörðu bekkjum And vegna they þess að had það er rassinum. air conditioning and heating that was in the building, not open the windows for air. They had air Já, conditioning. þau höfðu hérna air condition, loftræstingu. That was Þannig a að big þurfti deal að back opna. then. Þetta var stórt þá. Now here's the big deal. Hér er The two big aðalmálið, deals. tvö aðalmálin. They got rid of the hymn books and put their words on the screen with transparencies. Wow. Þau hérna losuðu sig við sálmabækurnar og vörpuðu upp textunum með skjáarpa á vegginn. They didn't have what you had, but we had the father of what you had. Þau höfðu ekki það sem við höfum, en þau And höfðu then föður það sem við höfum. the choir loft and the pulpit was on hydraulics, and it could go all the way down and disappear and come back up. Og predikunarstólinn, hann var á lyftu og hann gætt farið upp og niður. So when you came to church, Þannig að þegar þú komst í you sat in a kirkju, real good seat. þá sast í mjög góðu You had sæti nice air and heating that would circulate real comfortably. með loftræstingu, þannig að þér leið vel. They had the transparencies, and the choir would start singing, and they would slowly appear. Og as þau you voru would með sing. skjávarpan og þeir allir byrjaði að syngja, þá byrtust þau svona hægt og rólega upp á gólfinu. Back then, that was a real big deal. Á þeim tíma var þetta And they alveg had rosamál. 1,000 people in their church. Og það voru 1000 manns í kirkjunni þeirra. But this husband of hers was a bad man En þessi eiginmaður hennar var slæmu maður and got them into trouble financially. og kom þeim í fjárhagsvandræði. And they had to leave town. Og þau þurfti að yfirgefa bæinn. And then all of a sudden, everybody figured out that her husband was a divorced man. Figured out her husband had been divorced. Já, og síðan komist allir að því að maðurinn hennar hafði verið var skilinn. And back then, if you were divorced, you almost didn't go to heaven. Og á þessum tíma, ef þú varst fráskilinn, þá var bara næstu því og komst ekki inn í himinn. If you went to heaven, you were the last one up in the rapture. Ef þú komst til himminsins sem fráskilinn, þá var það bara vegna svo síðastur upp. That's how they thought about it back then. Það var þannig sem þeir hugsuðu á þessum tíma. And they lost their church. They Og lost þau the church. mistu kirkjuna. And they tried to travel and do traveling ministry and preach, and nobody would have them. Og þeir reynda að ferðast og vera með svona ferðaþjónustu, en enginn vildi Because he was divorced and she married a divorcee and da-da-da-da-da-da, all this vegna þess drama. að hann var skilinn og hún hafði gifst fráskildur manni og allt þetta. And so they moved to California. Svo þau flyttu til Kaliforníu. Why do people in trouble move to California? Akkur flyttur fólk sem í vandræðum til Kaliforníu. I'm sure there's a city in Iceland that when all the people make mistakes, they go there. Ég vissum að það er bæri á Íslandi þar sem allir sem lendi í vandræðum flytja til. California, Miami, Chicago, New York is where all the people go. Kalifornía, Miami, Chicago, það er það sem allir And the fara. reason why they go there
Og ástæðan fyrir allir Because fara á when þessa you staði live in a liberal atmosphere, a liberal culture, að vegna þess að þú lifir í svona frjálslindur menningu, your weirdness is not confronted by the culture or the atmosphere. þá mætir menningin á svæðinu ekki þínum skrítileika. If you stay in the conservative territory, Ef þú heldur áfram að vera í svona whether íhaldssömu anybody svæði, says anything to you or not, þar sem að ef einhver segir eitthvað við þig eða ekki, you feel like you did something wrong because you did. þá upplifir að þú gert eitthvað rangt þegar þú gerir það. And you have to get it right. Og þú þarft að leiðrétta það. And that's why conservative atmosphere, when people are in trouble, they move from there to liberal so they can be weird a little longer. Já, þannig að þegar fólk gerir mistök og í svona íhaldssömu svæði, þá fer það til frjálsins svæðis til þess að geta Now, I haldið know áfram með this skrítið. is important to the story where I'm taking you, so stay with me. Þetta mikilvægt fyrir söguna sem ég að segja, They- svo haldið áfram að vera með mér. They moved to California, Þau fluttið til Kaliforníu and their marriage comes to a very sad ending. og hjónaband þeirra fær mjög leiðan endi. She tried everything to keep this marriage together. Hún reyndi allt til þess að halda þessi hjónabandi gangandi, He later in life, so you would understand what was going on, svo að þið skiljið hvað í gangi, seinna í lífi hennar. later in life, he would go to jail for robbing old women from their money. Seinna í lífi hans þá lendi hann í fangelsi fyrir að stela peningum af gömlum konum. So that'll show you what kind of character this man was. Þannig að það sýnir ykkur hvers slags persóna þessi maður var. And Catherine tried to work and make the marriage work and just knew finally it's not going to work, and she had to let him go. En hún reyndi að láta hjónabandi ganga en komst að þeirri niðurstu á endanum að þetta var ekki hægt og hún varð að láta hann fara. And she was very hurt in her heart and lost everything in Hún her var mjög life. særð í hjartanu og hún misti tökin á öllu í lífinu. She doesn't have a good name anymore. Hún á ekkert gott nafn lengur. Her ministry is over, gone, not working at all. Þjónusta hennar í mólum, Guð starfar Her ekki gegnum husband hana. is out to lunch. Maðurinn hennar ekki á staðnum, hann snar. And now she has to walk out of the marriage Og núna þarf hann að yfirgefa hjónabandið because she knows it is never going to work, and she had to do that. vegna þess að hún vissi að hjónabandið myndi aldrei virka og hún varð að fara. And so she walks down a dead-end street one afternoon, Svo hún lappar inn í blindgötu eitt kvöld, the day that Catherine Kuhlman died. Dagurinn sem Katrín Kuhlman dó. The most powerful moment of her adulthood. Kröftugasta augnablik fullorðins ára hennar. She loved Jesus with all of her heart. Hún elskaði Jesús af öllu sinni She hjarta. loved doing the work of God and helping people find Jesus. Hún elskaði að gera Guðs verk og hjálpa fólki að finna Jesú. People loved her, but all the decisions that were made just messed everything up, and now it's over. Og hún elskaði fólk og fólk elskaði hana en allar ákvörðunum sem tekið hana þau bara leitt hana í klúður og nú var She would allt tell the crowds of the öllu future, lokið. I know the day, Og hún sagði fólki í seinna meir, I know the hour, ég veit daginn, ég veit stundina, I know the spot ég veit staðinn. where Catherine Kuhlman died. Þar sem Katrín Kuhlman dó. She was quite dramatic. Hún var mjög svona dramatísk í But- framkomu. She walked to a dead-end street in Los Angeles, En hún lappaði niður blindgötu í Los Angeles and she prayed a simple prayer to God. og bað einfaldrar bænar til Guðs. And this is what her prayer was. Og þetta var bæn hennar. I have nothing. Ég hef ekkert. I have nothing to give you. Ég hef ekkert að gefa þér. All that I have Allt sem ég hef is that I love you with all my heart. að ég elska þig með öllu hjarta. If you can use me, God, Ef þú getur notað mig, Guð, please use me. gerðu það, notaðu That mig. was her little simple prayer. Þetta var hennar litla einfalda Her bæn. marriage was ending. Her reputation was gone. Everything had disappeared. Hjónabandi var búið, orðstýr hennar var eyðilaður, And allt var í rúst. She didn't blame God. Hún kendi ekki Guðum, She didn't blame the marriage situation. She hún just, kendi ekki hjónabandinu, I'm dead. hún bara dó. I have nothing. Ég hef ekkert. I have no money. Ég á enga pening, My name is nothing. nafn mitt ekkert. I can't give you anything, God. Ég get ekki gefið þér neitt drottin. All that I have, Allt sem ég hef, all that I have allt sem ég hef is I love you with all my heart. að ég elska þig með öllu mínu hjarta. If you can use me, Ef þú getur notað mig, please use me. gerðu það, notaðu mig. She turned around, Hún sneri við walked back home. og gekk aftur heim. Heaven heard her prayer.
og himinin heyrði bæn And hennar. God was looking and listening. Og Guð horfði og hlustaði. He goes, look at Catherine. Sjáðu Katrín, What a mess. hún bara í rúst. What a terrible mess. Bara hrikalegt ástand á henni. But I like her. En mér líka vel við hana. And what she told me is true. Og það sem hún sagði mér She's satt. not lying to me. Hún ekki að ljúga mér. She's not making up stuff. Hún ekki að skálda upp She eitthvað. does have nothing. Hún á virkilega She ekkert. has nothing to give me, Hún á ekkert að gefa mér. but that she loves me with all of her heart, and that's true. En bara það að hún elskar mig af öllu That, sinni hjarta. Og það that satt. red-headed woman down there, that young little red-headed woman, Þessi unga litla rauðharða kona, God heard her prayer Guð heyrði bæn hennar. and said, I believe you. Og hann sagði, ég trúi And þér. I accept your honesty in your prayer. Og hann sagði, ég He said, tek við heiðarleikanum í I bæn þínu. have a healing ministry I want to put in the earth. Hann sagði, ég hef lækninga Now, þjónustu sem ég vil later, setja á Catherine jörðina. Kuhlman would tell us that God had asked 2 men to do this, and they told God no. Setna sagði Katrín frá So, því að Guð hefði beðið 2 menn um að taka á What's sig wrong with þjónustu og you þeir hefðu sagt nei. men that would say no to God? Þannig að hvað að ykkur menn að þið segja nei við Guð? Thank God for women that pick up what men disregard. Takk Guð fyrir að So nota stupid. konu sem að tekur við því sem menn Called höfnuður. stupid men. Heimskir menn, Stupid men. heimskir menn, Real dumb, stupid men. virkilega rugglaðir og heimskir To menn. say no to a ministry from heaven to the earth. Að segja nei við þjónustu frá himnum And the- inn á jörðina. And the red-headed woman on the worst day of her life, the worst day of her life, Og rauðharða konan á versta degi lífsennar. heaven saw and heard her. Himninin sá og heyrði hana. And God gave her a big, strong healing ministry Og Guð gaf henni stóra og mikla lækninga that will þjónustu. become the most dominant healing ministry in our modern times. Sem var mest ráðandi lækninga þjónustan She- á hennar dögum og fram á okkar daga. She didn't know what it was that God gave her. Hún vissi ekki hvað það var sem Guð gaf henni. But all of a sudden, people begin to say, Catherine, can you come and preach for me? En allt í henni byrjaði fólk að segja, Katrín, getur þú komið og predika hjá And she mér? started preaching again. Og þegar hún byrjaði að predika aftur, But then there was a problem. en það var vandamál. Church people. Fólkið í kirkjunni. There's the devil, and then there's church people. Þú ert með djöfulinn og síðan ertu með kirkjufólk. Stay with me. It's my last time in Iceland. If you don't like me, I'm leaving tomorrow. It's okay. Þetta allt í lagi, haldið áfram að vera með mér. Ef ykkur líkar ekki við mig, þá And, kem ég and ekki aftur. church people would hear that she was divorced. Og fólk sem var í kirkjunni heyrði að hún var í fráskilin. And they would call the pastor or send a telegram to the pastor Og það ringdi í pastorinn eða sendi símskeiti and til say, pastorsins. do you know who's preaching for you tonight? Og sagði, veist þú hver að predika fyrir þig í kvöld? The Catherine Kuhlman who's divorced. Katrín Kuhlman, hún er fráskilin. And the poor little pastor would have a heart attack and get Og upset. vesalíslu pastorinn hefði einhver hjarta áfall. And he would cancel the meetings. Og þeir hættu við að halda samkofi með And henni. she'd leave town crying many times. Og hún fór oft burtu The grátandi. worst time of this was this story. Versta sem gerðist var þessi saga sem ég ætla að segja nú. 3,000 people were listening to her preach. 3000 manns voru að hlusta á hana predika. The pastor walked on the stage in the middle of her sermon Pastorinn lappar upp á sviðið í miðri samkofi and took the mic away from her og tekur mikrofónin af henni. and told her, go to your hotel and the elders go with you. Og segir við hann að fara tilbaka á hótelið þitt og öldungarnir munu fara með þig. Pack your bags and get on the bus and get out of town tonight. Pakkaðu niður í töskurnar og farðu niður á stoppistöð og út úr bænum í kvöld. And he turned to the crowd and told them he apologized for bringing a false prophetess to town. Og hann sneri sig við og horfði út í salin og baðst afsökunar að hafa boðið falsbámanni And að koma. those kind of things happened for many years after her divorce. Og svona hlutir gerðist í mörg ár eftir að hún skildi. And it hurt her like you can imagine. Og þetta sarðana eins og þið Now, getið ímyndað ykkur. give me a moment and follow me for a moment. Fylgið mér í smá tíma hérna. Could you be nice? Gætir þú verið svo góður? Why do you have to be a mean Christian? Why do you have to be a mean Christian? Akkur þarf að vera svona illgjarn kristinn? Are you having a hard time saying that? No, I got Okay. it. Are you a mean Christian? No. Okay, good. All right. Sometimes Christians and ministers Stundum eru kristnir og fólk í þjónustum will look at someone's bad day or what happened in their life and curse them forever.
Það horfir á eitthvað slæmt sem við gerst í lífi einhvers og það blótar þeim að eilífu. Some of you may have been treated like that. Sum ykkar hafa kannski verið komið fram við sum ykkar þannig. Jesus is not like that. Jesús ekki þannig. Some of his children need their butt spanked and their head prayed for. Sum af hans börnum þurfa að fá skella rassinn og fyrirbæn á höfuð. That's my grandmother quote. Þetta sagði amma mín. My grandmother was a preacher. Amma mín var predikari. She said, some Christians need their butt spanked and their head prayed for. Og hún sagði, sumir kristnir þurfa að fá raskell og fyrirbæn. I think some of those pastors back then need that to happen to them. Og ég hugsa að margir af þessum pastorum sem komið svona fram í And so she had to endure. En hún hélt út. The hardship of her sin and her mistake. Og hélt út erfiðleikana sem komu vegna hennar fortíðar. And she kept going through all the disappointment. Og hún hélt áfram þrátt fyrir öll vonbrigðin. She kept going through all the pain. Og hún hélt áfram í gegnum because she loved Jesus. Vegna þess að hún elskaði Jesús. And was not going to disappoint him anymore no matter what she had to endure. Og hún ætlaði ekki að bregðast honum sama hvað. I don't want anybody to be treated like she was treated. Ég vill ekki að neitt hérna komi á þennan hátt fram með. Could you make a commitment to God and to Robert Slerdon tonight? Getur þú gefið lofvörð frammi fyrir Guði og okkur í kvöld? Be kind to people. Vertu góður við fólk. Be kind to people in trouble. Vertu góður við fólk sem í vandræðum. You don't have to agree. Þú þarft ekki að vera sammála. And you don't have to know everything. Og þú þarft ekki að vita allt. Just shut up and be kind. Bara þegiðu og vertu góður. Just shut up and be nice. Þegiðu og vertu svona næmur á fólk. Because here's another truth you may want to consider. Því að hér annar sannleikar sem þú kannski vil How you treat others is how you're going to get treated back multiplied. Eins og þú kemur fram við aðra mun vera komið fram við þig. And I just decided in my life I'm going to treat everybody real nice and kind. I mean, I agree, but I'm going to be nice to you even though you may be a weirdo. Og ég ákvað fyrir minna eigin sakir að ég ætla að vera góður við ykkur meira sér þó þessu bara And even though you may have done some really bad stuff. Og jafnvel þó þú hefur gert eitthvað virkilega slæmt. But so haven't I. En svo það hef ég líka gert. So as in everybody in this room og allir hér inni has done something really bad. Hafa gert eitthvað virkilega slæmt. And sometimes people in the room know about what you did. Og stundum veit fólk í salnum hvað þú gerðir. And sometimes nobody but two people who helped you do it know about it. En stundum eru bara þessi tveir sem að hjálpuðu þér að gera slæma hluti eins og veitum það. Be kind. Verið góð. Be nice. Verið Show mercy. Já, sýnum miskunnsemi. Show love and forgiveness. Sáið ást Give encouraging words. Gefið uppörvandi orð. Give some of your money to help them when they're in trouble. Gefið þeim pening og hjálpa þeim. Be a nice Icelandic Christian. Vertu góður íslensku kristinn. Quit being mean. Hættu að vera illgjarn. Jesus is nice, act like him. Jesus góðgjarn, vertu eins og hann. Jesus is nice, act like him. Jesus góðgjarn, vertu eins og hann. Jesus is nice, act like him. Jesus góðgjarn, Jesus is nice, act like him. Góðgjarn, vertu eins og hann. Hallelujah. Hallelujah. I'm not done. Ég ekki búinn. I'm a guest speaker. Stay seated. Ég gestapredikari, halda áfram að sitja kyrr. So she goes to this little bitty church in this state called Pennsylvania, Ohio, up in that area. So hún fer í þetta Pennsylvania, lítið ríki. And it's a little bitty church about the size of 2 sections. Pínlitla kirkju, svona svipastóra og tvær sætaraðir. And she goes and preaches there. Og hún fer og predikar þar. And they don't have a pastor, they're just run by elders. Og þeir hafa engin pastor, það bara svona öldungar á þessu stíl. And so she goes and has a nice meeting, everything was good, everything was a good meeting, nothing dramatic, just a good meeting. So hún fer bara og heldur svona notalega þægilega fína samkomu og ekkert svona mikilvægt sem gerðist. She finished the meeting, she was going to leave the next day, so they got up to have breakfast with her. Hún var á leiðinu úr bænum og búið með samkomuna og þá hafði hún borðað morgumat með þeim. And the elders brought their wives to all have breakfast with Catherine. Og öldungarnir kom konuna sínar svo allir getur borðað morgumat með Catherine. Catherine, we got some good news. Og þeir sögðu, Catherine, við erum með góða fréttir. We found us a pastor. Við erum búin að finna pastor. She goes, oh, that's wonderful. That's great. Og hún sagði, vá, það stórkostlegt. Who is it? Hver það? You. Þú.
Oh, no. Nei. Yes, no. Yo, and they go back and forth, back and forth, back Og and þetta forth. var bara já og ná, já og nei, já og nei. We know the Lord told us you're our pastor. En við vitum að drottin sagði okkur að þú ert forstöðumaðurinn okkar. No, I can't be your pastor. Og hún sagði, nei, ég get But ekki you're verið supposed to be our forstöðumaður. pastor. En þú átt að And vera they go back forstöðumaður. and forth, back and forth. Og þetta fór fram og tilbaka. She finally says, you don't want me to be your pastor. Og endan að sagði, þið viljið ekki að ég sé forstöðumaðurinn. I'm a divorced woman. Ég er fráskilin And kona. they go, oh. Og þeir, ó, They go, give us a minute. gefðu And they eina mínútu went bara. over in the other part of the restaurant and had an elders meeting. Og þeir fóru og höfðu svona öldungafund á öðrum staði í veitingastanum. And they came back. Og þeir komið tilbaka. They go, well, we don't know the Catherine that's divorced. We know this Catherine, and this Catherine's our pastor. Og þeir sögðu, við þekkjum ekki þessa Katrín sem er fráskilin, en við þekkjum þessa Katrín og hún er forstöðumaðurinn okkar. And all of that hurt turned into a healing at that moment. Og öll þessi særindi snerist í lækningu á þessu augnabliki. While she was in this little church, Þegar hún var í þessari litlu her kirkju, healing anointing began to work one day. kom lækningasmurningin yfir henni og byrjaði að starfa í She was gegnum hann. just preaching like I am tonight, Hún var bara að predika eins og ég er að predika í kvöld, but nobody left in her service like I have in mine tonight. en enginn yfirgaf hennar samkomin eins og fólk er yfirgefið mig í kvöld. God bless all the people in their cars and don't let them sleep tonight. Guð blessi allt fólk sem er í bílunum sínum og Let ekki them, leifa þeim að sofa let í them hear nótt. my sermon over and Leifa þeim að over heyra and predikunina over. mína aftur og aftur og aftur. While she was talking about the Holy Spirit one Þegar in her hún, service, eitt kvöld, þegar hún er að tala heilagananda, there was a man sitting out in the crowd that was a World War I veteran. þá var maður sem satt út í sal sem hafði verið í fyrir heimstyrjöld And he was blind in one eye. og hann var blindur á öðru auga And God popped it open just while he was sitting there. og þar sem hann satt þá opnaðist auga á hann og hann sá. And he go, ah! Og hann fór, And he went back to the doctor and came back next week and goes, I have a testimony. Can I give a testimony? og hann fór úr kirkjunni til læknisins og kom tilbaka næstu viku og sagði, ég er með vitnisburð, get ég Back fengið then að you could vitna? give testimonies before the ushers would kill you and carry you out. Can you say that in Icelandic? Á þessum tíma. Well, tell them it's true. I need another interpreter. I've lost my interpreter. All right, come forth and come hither. And you need to go pray. No, it's fine. We got to get to the story now. I'm sorry. He's á taking my time. Sorry. Já. Á þessum tíma gætt fólk komið og gefið vitnisburði þangað til hann var hent út. And so she goes, yes, give your testimony. Og þeir sagði, já, And gefðu okkur he vitnisburði. stands up. He goes, I was blind in my eye for years after the war. Og þessi maður kemur upp og segir, ég var blindur á auganu í mörg ár eftir And last stríðið. week I was sitting here listening to you talk about the Holy Spirit. Og síðustu viku var ég hér að heyra þig tala heilagan anda. And it popped open. Og auga bara opnaðist. And I can see. Og núna sé ég. And the doctor now confirms I went to make sure it was true. And Ég I fór til can see. læknis og hann staðfesti það er And satt, ég get the séð. crowd went, I got all happy. Og allir eru viltir í kirkjunni And Catherine was in shock. og hún var bara í áfalli. She hadn't prayed for him, Hún hafði ekkert beðið fyrir honum, didn't know him, hún þekkti hann ekki. and didn't even know he was healed. She was just talking about the Holy Hún Spirit. var bara að tala heilan anda og vissi ekki henni hann hefði And læknast. bam, Og bam! boom. And a lady said, I have a testimony too. Og þá hrópaði kona út í sal, ég er líka með And vitnisburð. she had a growth that vanished last week. Og þá hafði hún verið með And æxli sem all var of a horfið. sudden, this miracle ministry started. Og allt í henni byrjar þessi kraftaverka þjónusta. It just happened while she was preaching. Þetta bara gerðist það sem hún var að predika. And all of a sudden, the ministry began to explode. Og allt í einu byrjar þjónusta And hennar að vaksa. crowds from all over the nation began Og to come. fjöldi fólks, me next allstaðan picture. ár þjóðinni kom. And they began to come by the thousands. Og þeir komið svo 1000 skipti. Do you need me to do this again? No, that's her in the white dress. Give me crowd pictures. Keep going. Go to the next one. All right, hold it right there. Now, this is what happens Þetta er það sem gerist when God gives you a second chance. þegar Guð gefur þér annað tækifæri. She goes from nothing because she made a mistake that was really bad.
Hún fór frá því að vera ekkert vegna þess að hún gerði But God mistök sem said voru it's mjög okay, slæm. I forgive you, En Guð sagði það er allt í lagi, ég and I'll fyrirgef make everything new and give you a new beginning. og ég geri allt nýtt og gefi þér nýja byrjun. Can you see her? Getið þið séð hana? Here she is, this little woman in the white dress. That's Hún er Catherine. litla konan í hvítu And kjólnum these hana. are all the people that came to see the divorced redheaded woman that talked funny. Og þetta er allt fólki sem kom til að sjá litlu rauðhærðu konan sem talaði skringilega. God can give you a second chance just like Guð this. getur gefið þér annan sjans I alveg don't eins og care what þetta. you've done, Mér er sama hvað þú how hefur bad gert, it was, hversu slæmt það var and who all knows it. og hversu When margir God sem says vita it's það. over, it is Þegar Guð over. segir að það er búið, það er And when búið. God gives you a new beginning, He gives you a new beginning. Þegar Guð gefur þér nýja byrjun, hann gefur And þér this nýja was byrjun. Catherine's new beginning. Og þetta var nýja byrjun Katrín. She went from nothing, Hún fór frá engu, being disrespected and not loved by any, að vera hætt og ekki elskuð að neinum, to crowds like this. Next picture. til fólks fjölda eins og þessa. They begin to come. Now that's what's trying to get in the building after the doors are locked. Þetta er fólki sem er að reyna að komast inn í bygginguna eftir að dyrunum hefur verið People læst. begin to come by the thousands, and that's Fólk kom svo þúsundu skipti. the auditorium. It seats 10,000, and that's what can't get in. Þessi salur tekur 10.000 og þetta er fólki Next sem komst picture. ekki inn. Næsta mynd. Now this is my favorite Catherine Kuhlman picture, even though she's not in it. Þetta er uppáhaldsmyndi mín af Katrín Kuhlmann The þó að hún sé doors ekki of inn. the auditorium have just opened. Þegar að nýbúið að opna Now, dyrnar inn í kirkjusalinn. You see these old ladies with these big purses that'll kill you? Sjáu þið gömlu konuna með stóru veskin? Now, these are the ladies that would tell you, don't run in church. Þetta eru konunar sem segja ekki hlaupa í kirkju. Y'all have those in Iceland too? Eru þið með þessar konur í That if hér á Íslandi you run in líka? the church, don't run in church. Hæ ykkur almennilega. Notice who's running in the church. Takk eftir hver að hlaupa í kirkjunni. The old ladies with the big purses. Gömlu konunar með stóru veskin. Because they're trying to get a seat. Vegna þeir reyna að fá sæti. The ushers, this guy and this guy, can't stand in front of the door because they'll get knocked over as they come Samkomu through. þjónarnir, þeir þurfa að víkja sér undan til þess að þeim verði ekki hrind niður. This little guy, his wife has left him with this purse and she ran ahead. Þessi litli gaur, konan hans skildi hann eftir með töskuna og hún hljópa undan. That's typical what happens when a Catherine Kuhlman service is Þetta var announced. mjög algengt þegar They would á samkomu á Katrín Open Kuhlmann. the doors of the meetings of these big auditoriums, Þeir opnuðu dyrnar inn í þessu stóru samkominsali and within 45 minutes, 10,000 folk would og fill it up. 45 mínútum var 10.000 manns búið að fylla salin. They had to come and see the red-headed woman Þeir urðu að koma að sjá rauðhærðu konuna that talked a little bit funny, sem talaði svolítið skringilega that God did miracles while she was talking. en Guð gerði kraftaverk þegar hún var að tala. And you say, why did she talk funny? Og þú spyr af hverju talar hún Because when skringilega. she was little, she had a little speech impediment. She stuttered a little bit. Hún stamaði pínlítið And her mother made her say everything very distinctly. og mamma hennar kendi henni að segja allt mjög skýrt og skilmætt. I believe in miracles Ég trúi á because kraftaverk I believe in God. vegna þess að ég And she trúi talked á real Guð. dramatic like that. Og hún talaði á mjög svona leikrann hátt. I'm going to stop and show you a film clip of a miracle service of a miracle that happened with her. Ég ætla að stoppa og sína And ykkur then- smá filmbút And then I'm going to come back and try to close, but I'm not done. og síðan ætla ég að koma og reyna að loka en ég er ekki búinn. I know it's late, but I'm an American guest. Give me Ég veit liberty. að seint en ég er All right. gestur frá Bandaríkjunum. If you've never seen Catherine Kuhlman, you can look her up on YouTube. Her stuff will come up. Ef þið hafa aldrei séð Katrín Kuhlmann, þá getið þið leitað hann á YouTube og alls konar hluti. This sem henni komu. service is in Las Vegas, the sin capital of America. Þessi samkoma er í Las Vegas, synda höfuborg Bandaríkjana. And a little boy that was crippled was healed, and this is her toward the end of her life. If you can show that clip now. Og lítill strákur sem var lamaður, hann læknaðist. 11-year-old boy had rheumatoid arthritis affecting his hips and his knees and his ankles, wrists, and this is his wheelchair. You mean this is the little boy's wheelchair? Yes. Honey, is this? This is the most beautiful child. I would have come to Las Vegas just for the healing of this youngster. How old are you, honey? 11. Tell the people how old you are. 11. What's your name? Doug. I want you to see this little wheelchair. Look, this little wheelchair made for a little 11-year-old boy, rheumatoid arthritis. This is grandmother.
the grandmother who brought him, remember. Walk across the stage, honey. Walk across there. If you want to see a beautiful face, if you want to see a beautiful, look at the smile on this face. Here's his wheelchair. How many feel like it's all worthwhile? Put up a hand. Look at his wheelchair. Look at the smile on this face. You can't doubt the smile. You can't doubt the smile. And Grandma brought him. Where do you live? Here in Vegas. Where do you people go to church? First Baptist Church. Pick them up real high. Walk again. Pick them up real high. Still higher. Still higher. Look, look, look. Look. All you have to do is to exercise him. That's all on earth that you have. Look at that face. Does nothing hurt? Doesn't it hurt? You mean it doesn't hurt? Okay, take your wheelchair. You push it, honey. Go on. There he goes. There he goes. Don't thank me. I didn't do a thing. There he goes. Give him a great big God bless. And we vow to give you the praise. We vow to give you the glory. It's not by might, it's not by power, but it's by my spirit. Go down the aisle, honey. I want to go down this main aisle. Turn around. Turn around. Push your old wheelchair, honey. This is holy ground. Oh, God love you. I want to see you riding your bike tomorrow. Tomorrow he'll be riding his bicycle. But put the old wheelchair away and be riding his bicycle tomorrow. That's just one miracle there. Isn't that wonderful? Þetta bara Amen. eitt af kraftaverkunum sem átti sér stað. Er þetta ekki yndislegt? Give me some of the other pictures of the services. That's an altar call. Go ahead. Sýndu mér fleiri myndir frá samkomum, We've seen those. Go a little faster. aðeins hraðar. We've seen the old ladies. That's the altar call in Rhode Island. Þarna er verið að bjóða fram til altaris, bjóða fram til frelsis. 400 or 500 people in wheelchairs would show up per service. 400 til 500 manns í hjólastólum komu á hverju Go einstu ahead. samkomu. Give me the next one. Next one. Hold there. Now, Catherine had a wonderful healing ministry, like you see. Katrín hafði stórkostlega lækninga þjónustu eins og þið sjáið. She almost didn't make it. En það gerðist næstum því ekki. She would die in 1976. Hún dó 1976. This coming February, she'll be in heaven for 50 years. Í næsta febrúar þá var hún búin að vera á himnum. I met her as a little boy and was in her services 3 times, and you won't forget it when you saw her in person. Ég var á samkomu með henni sem lítill strákur og þú gleymir því ekki. She was very famous by this time. She had a TV show that was all over America. Hún var mjög fræg á þessum tíma og var með sjónvarpsþátt sem var sýndur út öll Bandaríkin. And the last press conference she had before she died, she was asked this question. Og á síðasta blaðamannafundurinn sem hún hélt, þá var hún spurð þessara spurningar. The reporter said, Miss Kuhlman, have you ever seen an angel or seen Jesus? Have you had any visions? Og það var blaðamann sem spurði hana, frú Kuhlman hefur einhvern tíman séð Jesús eða engil? She goes, Eða no, fengið sýnir? Hún sagði, nei, I've never seen anything. ég hef aldrei séð neitt. She says, I'm not a prophetess, I'm not a seer, I'm just a handmaiden of the Lord. I've never seen nothing. Ég er ekki spámaður, ég er ekki sjáandi, ég er bara þjónn Guðs, She ég goes, hef aldrei séð neitt. but when I see him for the first time, I know what I'm going to tell him. En þegar ég sé hann í fyrsta sinn, þá veit ég hvað ég mun segja honum. And she goes to the next question. Og hún fer í næstu And spurningu. the reporter goes, hey, follow up, hey. Og blaðamann segir, má ég koma í næstu spurningu? What are you going to tell him when you see him? Hvað ætlar að segja honum þegar þú sér þann? And I want to end with this. Og ég ætla að enda með þessu. She says, I know exactly Hún sagði, ég veit nákvæmlega what I'm going to say when I finally see him face to face for the very first time. hvað ég ætla að segja honum þegar ég loksins sé hann andliti til andlitis. When I finally get to look at his wonderful face for the very first time. Þegar ég loksins fæ að horfa á hans yndislega andlit í fyrsta sinn. I want to say I tried.
þá ætla ég að segja, ég reyndi. I did the best that I knew for you. Ég gerði eins vel og ég gat fyrir þér. One day you're going to meet Jesus face to face for the very Einn first dag time. mun þú standa augliti til auglitis við Jésu. What are you going to say? Hvað ætla þú að segja? For some of you, you say, where's my house? Sumir munu segja, hvað húsið mitt? That may be appropriate for some people, Og það kannski við hæfi fyrir suma, but not people like you. en ekki fyrir fólk eins og Some þig. people might say, I can't believe I made it to heaven. Sumir kannski segja, ég trúi bara varla að ég hef komist inn í himinn. And your friends will go, we can't either. Og við bara hinn segjum, já, við trúum því varla heldur. That's going to be said when we get to heaven, Og for þetta sure. verður alveg öruglega sagt þegar við komum til himna. But for people like us En fyrir fólk eins og okkur, that have come to know Jesus sem hefur lært að þekkja Jésu and want to follow him and help him in his ministry on the earth, og viljum fylgja honum og hjálpa honum í þjónustu I okkar á hope you'll jörðinni. say, I tried. Ég vona að þú segir, ég reyndi. I did the best that I knew how. Ég gerði eins vel og ég vissi að ég ætti að geta. As I bring my time with you to an end now, Og nú tími minn með ykkur á enda. everybody in this room and you that are watching me, Öllir sem eru hér inni og þeir sem eru að horfa, it doesn't matter what you've done. það skiptir engu máli hvað Jesus þú hefur said, gert. If you'll Jesus come to sagði, me, Ef þú kemur til mín, I'll not reject you, þá hafna ég þér ekki. no matter what you've done. Skiptir engu máli hvað þú It hefur doesn't gert. matter how bad it was. Það skiptir ekki máli hversu If slæmt you það var. come to me, Ef þú kemur til mín, I'll accept you. þá mun ég taka við þér. I'll help you. Ég mun hjálpa þér. I'll give you new life. Ég mun gefa þér nýtt I'll líf. forgive you Ég fyrirgef þér and give you a new beginning. og gef þér nýja byrjun. For some of you in the room, you may be like Miss Kuhlman. Sum ykkar eru kannski eins og Kúlmann. You knew Jesus, Þið þekktu Jésu. but you made a bad decision or something happened. En þeir eru búin að taka slæmar ákvarðanir eða eitthvað gerðist. And it's not very positive even in your memory. Og það er ekki mjög jákvætt, ekki einu sinni í hug ykkar. It haunts you. Og það er svona, It causes shame and guilt in your life. veldur þér skömm og sektarkennd. But Miss Kuhlman got up out of that and found a new life just like you can En tonight. Kúlmann kom upp úr þessu A og new fann nýtt beginning. líf. Nýja byrjun. There were people who didn't like her because they remembered she was divorced. Það var fólk sem líka ekki við hann vegna þess að But- þau mundu að hún var fráskilin. Jesus didn't hold it against her. En Jésús held ekki gegn He henni doesn't hold what you did against you. og hann heldur ekki því sem þú hefur All gert he gegn needs þér. you to do is to accept him Allt sem hann þarf að þú gerir er að þú takir and við honum accept his forgiveness og takir við and fyrirgefningu let him hans give you a second chance. og leifir honum að gefa þér annan séns Every head bowed and every eye closed just for a moment. með öll höfubeigð og öll augulokuð. Not because we're ashamed, but to give privacy in a public room is why we do this. Ekki vegna þess að við skömmumst okkar heldur erum If við bara að fá að vera svona You are here undir okkur tonight á and þessum you're stað. one of these two people. Ef þú ert hér og þú ert einn af þessum tveimur aðrum, You've never welcomed Christ into your life as Savior and as your friend. þú er aldrei tekið við Jésu inn í lífið sem frelsaraðinum og vini And you want to do that tonight, I want to help you do that. og þú vilt gera það í kvöld, þá vil ég hjálpa þér að gera það. Or if you're a person that you walk with Jesus, but something happened and you kind of feel kicked out or ashamed. Eða þú ert personan sem að gekkst með Jésu tíma en núna ertu fjarlægur honum vegna skammar eða eitthvað sem hefur gerst. I'm going to í lífinu. ask you to come back to Jesus Ég tonight ætla að biðja um að koma tilbaka til Jésús í and kvöld let him give you a second chance and a new start. og leifa honum að gefa þér nýjan séns og nýja If you byrjun. say, Roberts, pray for me, I'm one of those two Og people. ef þú segir, Róbert, byttu fyrir mér, ég er einn af þessum. Would you just lift your hand up and say, pray for me, I want to accept Christ and I want to come back. And Viltu just þá lift your hand so lyfta I can see hendinni it. þinni svo ég geti séð? God bless you. Guð blessi þig. God bless you. Guð blessi þig. Just raise your hand and say, I want that. I need Lyftu that. hendinni ef þið viljið þetta og segi, ég God þarf bless you. I'm þess. not trying to make church membership. I'm going to give you relationship with Ég er Jesus. ekki að reyna að fá ykkur inn í kirkju. I wanna be saved. I wanna get right with God. And by lifting your hand, you're telling heaven, I want it. Og bara lift upp hendinni. I want you. I want you. Thank you for raising your hand. Takk fyrir að þú lyftir hendinni. Amen. Everybody stand up if you would, please. Ef allir vilja standa upp, Even you that raise your hand, stand up. We're going to pray together. jafnvel þeir sem að lyftu upp hendinni standu upp. But if you raise your hand, could you do something for me? And I don't want to embarrass you, but I want to get to know you for a moment. Og ef þið lyftu hendinni viljið þá gera eitt fyrir mig ekki. Ég vil ekki, Could you come down here so I can look at you and pray for you that ég raised vil your að hand? þekki ykkur og mér langar Would til you að þið come? komi You hérna can bring your fram. friends with you. If you want to bring somebody with you, that's right. Just come down here Þú tonight. tekið vinnin með þér eða einhvern. Það If, fyrir koma einn. just if you're a little nervous, bring your friend with you. That's okay. Bring the whole row. I Ef þú don't ert care. eitthvað stressaður,
komdu Just þá bara, whatever. I just want to be able to look at you ég vil bara geta and horft pray á for you ykkur because og something beðið good's fyrir going to ykkur. happen to you. Vegna þess að eitthvað gott mun gerast. Everybody's done something stupid. Allir hafa gert eitthvað heimskulegt. Sometimes really stupid. Stundum eitthvað mjög Catherine was dating a married man Katrín var að halda við and giftan mann believed his lie and og messed up her trúði life. lígum hans og það eyðilagði lífina. But God didn't hold it against her. En Guð hjælti ekki gegn henni. He helped her get out of it Hann hjálpaði henni að koma út úr and því gave her a wonderful ministry. og gaf henni undislega He will þjónustu. give you a wonderful life. Hann mun gefa þér He'll give you a yndislegt líf. new beginning. Hann mun gefa þér nýja byrjun. And no matter what you've done, it don't matter anymore. Og það skiptir ekki máli hvað þú hefur Amen. gert. You stay here. Audience, minnist turn þess to the ekki people meira. on your right and left and say, are you right with God? And they can't say yes, bring them down. Spyrðu Ask fólki your við friend. hliðina á þér, ert þú með rétt að stöðu hver Guði og þau getur ekki svarað játandi, komdu með það. Come on, help me, help me, help me. Come on, help Hjálpið me. mér, hjálpið mér. Don't be ashamed. Come on. Ekki skammast ykkur. If you want this prayer tonight, come. Ef þið viljið fá þessa bæn í kvöld, Come in Jesus' name. Amen. komið í Jesu nafni. Anybody else? Einhverju fleiri? Praise the Lord. Let's pray. I thank you for coming. Amen. Amen. We'll wait for you. I know sometimes walking down front makes everybody nervous, and they are looking at you. Ég veit að það But they're sem nice erfitt að people. koma They're svona not gonna fram look at you og bad. They're fólk good að people. horfa á Amen. þig, en þetta er gott fólk sem að horfa á þig. Hello, anybody else? Come on. Einhverju fleiri? Come on. Komið. Yes, praise the Lord. We'll just wait just for a moment, not trying to. Thanks for coming. Takk fyrir að þið We're komið. glad you came. Við erum glöði yfir að þið Something komið. good will happen to you. Eitthvað gott mun gerast fyrir ykkur. If he can do that for her, what is he Yeah. going to do for you? Ef hann getur gert þetta fyrir hana, You hvað may getur hann not be gert a fyrir ykkur? preacher, but he's going to give you a good, amazing life. Þú verður kannski ekki prédikari en hann mun gefa If you þér gott just yndislegt líf. be sincere and do what is right. Ef þú ert heiðalegur og einlægur og gera það And sem er when rétt. you learn how to do better, do better. Og ef þú lærið að gera eitthvað And betur, don't be gerið mean to betur. yourself, like yourself, okay? Don't. Don't be mean or mad at yourself. Já, ekki vera vondur eða reyður við sjálfan þig. Amen. Let's all bow our heads and let's pray this out loud together. Við skulum beygja I'm höfuð og beygja going to ask the bænar. pastor. Would you come, sir? Ég ætla að Pastor? beygja Óla að koma. I'm going to ask him to lead you in the prayer because you have to go through the translation, then I'll come back and pray. Óli mun beygja með ykkur. Amen. Amen. Halleluja. Faðir, bara þökkuðu fyrir nærvörðin og þökkuðu drottin að þú ert hér. Takk fyrir þinn heilaga anda. Takk fyrir hjörtin sem þú ert að eiga við í dag. Ég beiði bara drotti minn að þú megi koma inn í líð þessar einstaklingar sem hér eru. Mér langar það að fara með bæn og ég skulum bara fara með hana saman. Bara kæri Jésús, ég kem fram fyrir þig. Ég þakka þér fyrir að þú dóst á krossi fyrir mig. Fyrir alla mína baráttu, alla mína syndir og alla þá sjúkdóma sem ég eru á mér, drotti minn. Og ég beiði Faðir að koma inn í líf mitt. Og ég þakka þér fyrir að ég núna þitt barn. Ég trúi því að þú hafa dáið á krossinu fyrir mig og að þú elskar mig. Í Jesú nafni. Amen. Hallelujah. Amen. Praise Give the them a Lord. clap. Amen. Do you want to give them any instructions or you want to get their names or anything? Or how do you do that here with those who came forward? Or, have you told them that? You want to tell them or you can tell them? Eftir á, þá vil Óli hitta ykkur og tala við ykkur hérna aftast. Amen. Og hjálpa ykkur í Thank you for coming. að taka nýju skref í nýja lífinu. Thank you. Amen. Velkomin. God bless you all. Give them a good hand. Bless you, Amen. brother. Something good. You're going to keep happening. You may go back to your seats just for a moment. Please make sure that you tell the church what happened to you tonight so we can follow up with you. Látið kirkjuna hér vita And hvað þau gerst í lífi ykkar. I'm going to dismiss in about 5 minutes. Just stay on your feet for 5 more minutes. It's not even 10 o'clock yet, so it's not been 2 hours. Klukkan er ekki einu sinni 10, þannig er ekki einu sinni konum 2 klukkutímar. I've got 8 minutes before it's 10 o'clock. Ég er með 8 mínútur. Father, bless these people. Faðir, blessaðu þetta fólk. We need your healing touch now to come. Við þurfum lækningamátt þinn You hér. still heal today like you did when you walked the shores of Galilee. Þú læknar enn eins og þegar þú gerst strendur Galileu. And it's not my touch. Og það er ekki Or the snerting pastor's mín touch. eða snerting It's your pastorsins. touch that they need. Það er þín snerting sem þetta fólk þarf á Heal að people halda. that are sick in their bodies. Læknaðu fólk sem er veikt í Let that líkamann. healing power from God come and touch them where they're hurting, where they're needing. Láttu lækningakraft þinn koma og snertaðu þess að þurfa á honum að halda. Let every addiction be broken. Láttu sér hverja
ánauð vera brotna. Let their bodies be clean from all of that addiction inside of them. Og láttu líkamar að vera algjörlega hreinan frá allri fíkn. Father, fix bodies that are in pain right now. Fix bodies, heal them. Faðir, læknaðu líkama sem í verkjum núna. Let every eye be healed, every heart be healed. Láttu öll augu læknast, öll hjörtu læknast. For they don't need their medicine no more. Því að þau þurfi ekki, svo að þau þurfi ekki Heal að them taka lyf so lengur. good that the doctor doesn't know what happened, but their Læknaðu svo medicine's not vel. required. Að læknir þeirra veit ekki hvað gerðist, bara það að þau þurfi ekki lengur á meðölum að halda. And Father, all over Iceland, Og Faðir, yfir allt we pray Ísland, for every preacher that's not in ministry because of something that bad has happened. við byggjum fyrir öllum predikurum sem ekki þjónustu vegna þess And we eitthvað pray for gerðist. every believer that is not following you like they should. We ask for you to go to them where they're at tonight. Og við byggjum fyrir öllum þeim sem ekki á þeim stað sem eiga að vera á að þú And let farir every til þeirra preacher í come kvöld. back to their ministry. Og allir predikarar komið tilbaka inn í þjónustu Let sinni. every believer come back to their place in society and in the church. Láttu alla hérna trúandi komið og finna sinn rétta staði í kirkjunni. Let second chances explode over Iceland. Láttu annan sjens springa yfir Íslandi. And new beginnings for Og nýja everybody. byrjun fyrir alla. And Jesus, help us not to hold anything against Og them. Jésús hjálpaði okkur að halda ekki neinu gegn einhverjum öðrum. We don't want to have the memory. We don't want to have the voice. Við viljum ekki hafa minningarnar, við viljum ekki hafa röddina. Let us be happy. Gefðu okkur að vera And let us hamingjusöm encourage og gefðu okkur að vera and uppbæð celebrate og fagna the second chances that God gives everybody. öðru tækifæri sem þú drottin gefur öllum. I pray that in Jesus' name. Ég bið þessi Jesú nafni. Amen Amen. and amen. Put your arms around you like this and squeeze real tight. Legðu hendurnar svona í kringu þig og kristu mjög fast. That's a hug from Robert Slaridan. Þetta var faðmlega frá Robert Slíardon. I know when we dismiss here, you're going to run out that door and I won't be able to say hi to you. Ég veit að þegar að við lokum samkonin So I'm hugging you all right now and saying thank you for letting me come to Iceland. Svo þess vegna faðmaði ykkur núna og segi takk fyrir And að I vera hope að you koma. enjoyed Catherine Kuhlman's story. Og ég vona að þau haft ánægju Go að by heyra and get sögu the Katrín books. Kuhlmann. Farið og kaupið bækurnar And I'll see you on my next time to Iceland. Amen. og ég sé ykkur næsta sinn ég er á Where, Íslandi. where did Pastor go? He disappeared. Was the rapture occurred? Oh, there you are. I'll let you officially say goodbye. Love you all. God bless you. Pastor. Elska ykkur öll, Guð bless ykkur. Amen. Ekki frábært orð. Vá, þetta er gaman. Ef þið viljið fá fyrirbæn þá erum við hér. Fyrirbýðendur hérna frammi. Ef þið viljið fá fyrirbæn, ef það er eitthvað í ykkar lífi. Guð er læknirinn. Læknir okkur anda, sál og líkama. Þannig endilega komið fram. Við erum með fyrirbýðendur, sérstaklega fyrirbýðendur sem eru hér. Svo ég hvet ykkur til að koma.